Það er hart tekið á því æfingum í dag og það verðist flesti vera svona klárir í slaginn fyrir þetta verkefni. Já, þetta er bara búið að ganga nokkuð vel hjá okkur. Það eru svona, þeir sem voru tæpir fyrir þetta eru svona allir að koma inn í þetta og þá verða vonandi allir klárir bara í komandi. Hvernig er mórallinn í hópnum, svona stemmingin ykkur á milli? Hann er bara hrikalega góð, sko. Við erum alltaf búin að vera saman alveg bara í einhver 5-6 ár og vorum bara saman held ég allt seinasta sumar. Þannig að það er allir bara orðnir frekar góðir vinnir hérna, sko. Voru menn ekki komnir með nettóki á grunum eftir þessa 45 daga samveru í fyrra? Jú, menn tóku góða pásu eftir Rússland og kúpluðis út úr þessu liði en þetta er allt náttúrulega eintóma steikur, sko. En síðan er þetta alltaf gaman að hitta og þegar maður kemur ekki aftur, sko. Og þið stefnið að því að eiga annað eins sumar í vandum? Já, ef við ekki segja það, það væri asnalegt að stefna á þarna. Annars í þessum ferðum, hver er herbergisfélagið þinn? Herru, ég var með Sitta seinasta sumar en hann er meiddur núna, þannig að Egill kemur sterkur inn núna. Hvers konar væntingar hefur í þessa sambúð? Ég er líka stressaður fyrir þetta sjálf eins og er, sko. Við erum svona, B-manneskju báðir held ég, þannig að þetta verður hefnast vonandi vel. Við fáum að fá hérna hótelið til að ringja og vekja okkur á móma. Ætlaði þetta að verða hreinasta herbyggi í ferðinni? Ég ætla að leyfa mér að efast um það. Rétt í lokin, er ekki fínt að taka sér smá pásu frá Olís-deildar stúsi og kíkja aðeins í smá landsliðsverkefni? Jú, þetta er bara alltaf jafn spennandi að koma hingað og vonandi gera góða hluti og síðan byrja bara úrslitakeppni og koma tilbaka.